hápunktum á Ljósanó árgangagangan og þið eruð í heiðurs árganginum, eru 50 á árinu og síðan að ykkar halda hérna ræðu, Stefanía, Helga og Kristján. Hvað voruð þið eiginlega að segja? Við vorum bara að minna fólk á það að lífið núna og það svo dýrmætt að fá að taka þátt í lífinu bara og vera í núinu. Þau sammála þessu, Kristján? Já, algjörlega. Bara líka, sko, það sem aldrei fyrir er nauðsynlegt að minna það að við erum í samfélagi sem kallar á umburðarlyndi og víðsýni. Svo erum við bara að tala vel bæinn okkar, það er gott að búa hérna. Við erum bæði innfædd Keflvíkingar og Njarðvíkingar, þannig að við þekkjum þetta í 50 ár. Já. Ekki Ljósanótt algjör toppur? Ljósanótt toppurinn á tilverunni. Herri, það happy hour og parking. Það svona mikið fjör hérna. Sko, líka bærinn okkar, Keflavík Njarðvík, hann hefur fóstrað okkur vel í 50 ár og við erum stolt af því. Þið voru með smá nostalgíu, minnast á ykkur á bíóferðir og svona. Er ég ekki bara nostalgían sjálf? Er ég ekki alltaf að reyna að minna okkur á nostalgíu hérna? Ég tala ekki öðruvísinu. Já, grútar. Ég þurfti að labba á milli. Þið sluppið við þetta. Já. Það fyrir eftir hvað átt það var. Já, hvernig það lagði yfir. Já. En þetta er ekki lygipalli, sko. Það þurfti stundum að sæta lægi, sko. Vindáttin var þannig, sko. En það var vel að bræða, sko. En þetta var bara eina leiðin. Og muniði að fara að sofa á kvöldin og það var gúin og lykt af rúmfötunum. Já, það mátti öllu venjast. Já. En sko, ég veit alveg hvað Kristján, hverju hann mun svara þegar ég spyr hvað toppurinn á Ljósanótt, því að hann á kafi Blik í auga sem frábært framdag. En hvað uppáhaldi á þér? Árgangagangan. Alltaf. Hitta jafnaldra mína og knúsa þau, kyssa þau, það alveg á hreinu. Eitthvað annað en Blikið, Kristján? Já, sko heimatónleikarnir finnst mér bara prívat og persónulega vera einna hápunktur Ljósanætur. Við erum með svo marga hápunta. Við byrjum á miðvikudegi og við endum á sunnudagskvöldi. En mér veist bara heimatónleikarnir í gærkvöldi, þótt að veri svona strekkingur og veður, það fullt af fólki að labba og svo náttúrulega myndlistarsýningarnar og bara allir að gera eitthvað, ekki skemmtilegt. Eitt að lokum, á næsta ári var bæjarstjórnin að tala að við yrðum að fá útlendingana okkar, skulum við segja, meira inn í okkar samfélag og hvernig við getum virkað á betur. Hvernig hefur að gera það? Ég held að við þurfum að þau skilja ekkert öll íslensku, það bara þannig. Og við þurfum jafnvel að auglýsa þetta á fleiri tungumálum en íslensku. Við getum farið inn í skólana og kynnt fyrir börnunum okkar og vinnustæði, þessar stóra vinnustæði sem eru til dæmis væntanlega eru flestir að vinna á Isavia eða upp á flugvelli. Auglýsa þetta þar, fara og halda kynningafundi og virka. Má líka minna bara á fjölmenningarfulltrúa nýráðin sem hjá Reykjanesbæ. Þetta stórt vandamál. Við erum sennilega með eitt af hæstu hlutföllum af erlendu fólki í okkar bæ og það skiptir bara alveg rosalega máli að fá þetta fólk inn í samfélagið. Algjörlega. Og við vinnum bara í því.